Við höfum verið að fjalla netöryggismál í þessum ágæta fréttaþætti okkar 21 á síðustu dögum og vikum, enda ærin ástæða. Netglæpir eru orðnir aðsögn, arðsamari heldur en fíkniefnaviðskipti í heimi hér. Ég er búinn að fá til mín einn góðan sérfræðing hér á Íslandi, Þorvald Henningsson hjá Deloitte, sem sér þar netöryggismálin. Byrjum aðeins á einstaklingum áður en við förum í fyrirtækin, Þorvaldur. Ég er þessi meðalskussi sem vinn við tölvu lungan á deginum. Hef ekki hugmynd hvort ég er í hættu eða öruggur. Hvað á við svona venjulegan meðalmann eins og mig er eftir einhverju að slægjast? Já, ég held að það sé alveg hreina línur að það er eftir einhverju að slægjast. Ég hef oft líkt þessu þegar við mennum að tala um einstaklinga, ég hef oft líkt þessu við bara togara, menn fara út á sjó og kasta þar neti og svo þegar þeir taka upp netið og sjá þeir hvað er í netunum og svo plokka þeir upp og nota þannig fiska sem þeir vilja. Þannig að oft eru þessi glæpamenn að senda jafnvel bara milljónir tölvupósta og svo skoða hvað kemur út úr þessu og pikka þar. Og til dæmis gæti að þú fengið póst þar sem er verið að vinna við upplýsingar frá þér til þess að beita svo gegn þér. En svo er líka hægt að senda þér póst sem er að reyna að fá þig að lokka þig til að kannski smetla á hugbúnað og opna eitthvað hugbúnað eða opna eitthvað mynd eða opna eitthvað skjal. Í því skjali er svo falið kannski spilli hugbúnaður sem að sýkir tölvuna þína, jafnvel að dulkóður öll gögnin inni. Svo færð þú bara upp skjá sem segir, heyrðu vinur, nú ert þú fórnarlamb. Ef þú borgar mér ekki x $10, ef við kannski tökum það þannig, í bitcoin, sem þetta er rafmiðli, þá eyðast gögnin þín að eilífu eftir, segjum 2 daga og svo bara sérðu klukkunan byrja tifa niður. Þannig að það er verið að kúa þig, ég er til dæmis að skrifa bækur, ljóðabækur og sögur. Það getur þá einhver kúað út í heimi, handritið tapast. Við erum kannski að tala kortir í útgáfu. Ef þú greiðir mér ekki rafpenning strax. Já, þetta er mjög algengt, því miður. Alltaf algengt. Þannig að kannski að því þú talar meðaljónin, skilurðu, og afsaka ég kannski ekki alveg að setja þau í meðaljónin, en gott og vel, þegar kemur að tölvunotkun, þá er almenningur oft svona kannski þessum kallum meðaljón og þá er fólk oft ekkert nægilega varkárt. Hvar er maður að klikka? Maður ánvæntilega ekki að opna post sem er ókunnugur, en oft er maður að opna post, bara frá einhverjum fyrirtækjum, maður heldur þetta sé kannski frá tryggingafélagamanns eða bankannamanns, en svo er þetta kannski frá einhverjum allt öðrum. Nákvæmlega. Það eru svona nokkrar svona lykilþættir til þess að yfirleitt að greina þessa pósta. Einn af þessum þáttum er að oft er netfangi sem að viðkomandi er að senda frá. Ef þú skoðar það vel, þá er það ekki alveg það sem að efnisinnihald gefur til kynna. Til dæmis ég fekk póstum daginn frá að því virtist Apple ef ég horfði svona á útlitslega póstinn. En ég er náttúrulega kannski orðin það sjóðari í þessu að ég skoða alltaf betur hver sendandinn er. Þegar mér sem músabendilinn yfir netfangi, þannig að ef það byrtist annan netfang á bak við það, þá veit ég að það sé svindl. En í þessu tilfelli þá voru þeir að þykjast vera Apple, voru búin að breyta aðeins voru það að nota aðeins aðra slóð. Og ef ég hefði ekki verið varkár, þá hefði ég haldið að þarna ætti ég að fara að smella og opna ákveðinn hugbúnað, þessi reikning, sem gæti svo verið sýktur, og þá er viljum minn orðið sýkt. Þannig að menn þurfa virkilega að skoða fyrir það fyrsta, hver er að senda mér þetta? Er þetta svo aðeins sem þetta þykist vera? Ef hann er að biðja um einhverjar viðkvæmar upplýsingar, bara sleppur því. Það er ekkert fyrirtæki að fara að spyrja þig bankareikningsnúmerið þitt eða kreditkortanúmerið þitt eða eitthvað svolítið í tölvupósti. Og ef það svo er, þá er þetta bara lélegt fyrirtæki. Og almenna reglan er að vera varkár, hugsa þér tvisvar áður maður opnar pósta. En er þetta þá tvenns konar, annars vegar þeir sem eru bara að eyðileggja og svo hinir sem eru að reyna að hafa þeir pening? Já, við erum að horfa á, það eru þetta margar tegundir. Við köllum þetta í þessum bransa meðal annars hacktivist, sem kemur þó afleiðing af orðinu aktivist. Það er að segja fólk sem er jafnvel að herja á
einstaklinga eða fyrirtæki til þess að út frá einhverjum svokölluðum málstað. Hvort sem að það eru hvalaverndunarsinnar að senda á einhverja veitingastæði hér sem eru að selja hvalkjöt eða eitthvað þvíumlíkt. Þannig að þá er fólk með það mótíf að berjast fyrir svona sínum málstæði. Allavega er það þeirra hugsun. Svo eru til glæpamenn, annars vegar stórglæpamenn og hins vegar svona minni spámenn. Vandamáli sem við erum að horfa núna og ég var til dæmis að funda í síðustu viku með einum kollega mínum sem kom til Deloitte fyrir ári síðan, vann áður við að stýra þessum málum hjá Europol. Og hann var einmitt að benda okkur á, sem við verðum enda vissum, en var svona staðfestaði við okkur að skipulögð glæpastarfsemi er í mjög auknum mæli búin að færa sig yfir í netglæpi. Af því að þar er hægt að ná til fleiri fórnarlamba á skemmri tíma og það er erfiðara að ná til brotamannsins. Þannig að við erum að horfa á gríðarlega aukningu í skipulögðum glæpum á netinu, bæði gagnvart, sérstaklega gagnvart fyrirtækjum en auðvitað líka gagnvart einstaklingum að einhverju leyti. Svo þarf náttúrulega líka að hafa í huga að í sumum tilfellum er þetta bara einhverjir ungir krakkar sem eru bara að leika sér og prófa. Þannig að það eru til mismunandi, svo tölum nú ekki kannski það sem er stóra með núna sem eru það sem menn kalla svona þjóðirnar eru konum með sínar svona eigin netöryggis eða netárásarsveitir. Þar sem það er að ráðast jafnvel á aðra innviði annarra landa eða allavega komna sér þá stöðu að þeir geti á ákveðnum tímapunkti ráðist og innviði annarra landa og jafnvel stoppað raforku eða eitthvað þvílíkt. Stríðsreksturinn er komin inn í tölvuna. Stríðsrekstur á hendur öðrum þjóðum. Hann er algjörlega komin þangað og það sem menn tala í þessum bransa mjög gjarnan er að við erum að horfa fram á að næsta stóra stríð verður mjög líklega háð á netinu. Og það eru minni stríð í gangi á netinu nú þegar en það er bara spurning og vonandi ná menn svona að vinna sig út úr þessu án þess að fara langt í þessu en það eru engar leikreglur þarna í þessum stríðsrekstri á netinu eins og eru kannski í hefðbundnum stríðsrekstri. Það er engin Genfarsáttmáli þarna? Nei, það er vel málið. Þannig að það er ýmislegt í gangi svona bæði, hvað maður segja, upp á ísjakanum og svo undir niðri líka. Þannig að þú ert að segja mér að þriðja heimsstyrjöldin, ef hún brestur á, hún fer fram á netinu? Líklega mun netið allavega spila mjög stóra rullu þar. Hvað með síurnar? Flestir telja sig hafa uppi einhverja varnir. Eru varnirnar alltaf á eftir glæpamönnum? Ég vildi ekki sagt nei. Það væri voða gaman. En því miður það er náttúrulega þannig að ef þú ert að búa til dæmis vírusvörn, þá ert að búa til vírusvörn við þeim vírus sem er til. Þú getur ekki búið til vírusvörn gegn þeim sem er verið að framleiða, en þú veist ekki hvernig er. Þannig já, það er alltaf verið að eltast við þetta og það er bara staðan að þetta er svona eltingarleikur og menn eru vissulega að reyna að hugsa fyrirbyggjandi og búa til stærri varnir sem kannski myndi ná yfir stærra svið af árásarvírusum en já, það er ennþá að vera eldast og það mun bara vera þannig. En hvað með fyrirtækin? Þú bentir mér á þegar við gengum inn í myndveri að við hjá hringbraut.is eru svolítið berskjöldu gagnvart þeim sem vilja komast inn á okkar síðu og leika sér þar eða skemma eitthvað. Það vantaði bara eitt S. Já, það vantaði í raun og veru eitt S er einmitt það sem við tölum bara á svona stórmálinu. Það liggur á bakvið er að það vantaði í raun og veru dulkóðun. HTTP er þetta hefðbundna. Segjum bara svo, tökum þetta annað. Segjum svo að þú fara á netverslun og þú ætlar að kaupa þér eitthvað og þú ætlar að fara að gefa upplýsingar kreditkortið þitt og þínar upplýsingar. Alltaf aðtók að það sé ekki örugglega HTTPS þarna uppi.
vegna þess að ef það ekki, þá eru ekki upplýsingarnar sem þú ert að fara að senda dulkóðar yfir netið. Þannig að það vantaði þarna hjá ykkur einmitt á innskráningarsíðuna fyrir ykkar vefumsjónarkerfi þennan litla fítu sem skiptir mjög miklu máli að dulkóða þarna lykilorðið og notendanafnið þegar við komum til að skrá sig inn. En eru fyrirtækin berskjölduð gagnvart þessum tölvudólgum? Já, því miður. Það er svo gaman og stundum frústrerandi að ég hitti mjög marga stjórnendur fyrirtæki bæði hér heima og erlendis, ég bý að hluta til erlendis og það mjög gjarnan hér á Íslandi að menn segja við erum bara nokkur góðir í þessum málum. Svo kannski ferum aðeins að pikka í þetta og verðum kannski 5 mínútum á netinu og þá getum við svona sýnt þeim fram og það ýmislegt sem við getum fundið svona á 5 mínútum. Hvað þá ef við verðum einbeittir að verja degi í þetta og svo framvegis. Þannig að mjög mörg fyrirtæki og stofnanir á Íslandi eru því miður í verri málum en þeir halda. En ekkert endilega aðtúa hversu gott ástandið eða slæmt? Þau halda þessu í góðum málum? Þau halda þessu í góðum málum en við skulum samt alveg taka það fram að það eru vissulega til fyrirtæki á Íslandi og stofnanir sem eru að gera það vel og eru að láta taka sig út. En þegar við höfum lent í því til dæmis að taka út fyrirtæki, þá höfum við aldrei lent í því að finna ekki mjög alvarlega veikleika. Það bara svoleiðis. Það bara svoleiðis og það líka hjá þessum fyrirtæki sem hafa sagt að þau séu bara líklega í mjög góðum málum. En hvað áttu við með alvarlega veikleika? Já, það góð spurning. Það eru svona ákveðin viðmið sem í staðinn fyrir að við séum að skilgreina alvarlega veikleika sjálfir og það að kannski gera eitthvað stórt úr einhverju sem ekki stórt, þá eru stuðst við svona alþjóðlega mælikvarða. Og það verið að tala alvarlegu veikleiki getur verið eitthvað sem einhver getur brotist inn og notað sér það brot til að halda áfram og valda þér skaða. Þannig að það svona alvarlegur veikleiki. Það notast við svokallan CFFSS skala sem ég ætla nú ekki að fara út í hér, en allavega, og ef það fer upp fyrir ákveðina einkunn í honum, þá það alvarlegt. Svo til miðstig, svo til lágt. Þannig alltaf þegar við erum að gera svona skannanir, daginn gera við eina svona skönnun og fundum nokkur 1000 alvarlega veikleika hjá viðkomandi fyrirtæki. Sem aftur segir okkur ef að brotamaðurinn hefði gert þess svona svipaða skönnun og ákveðið svo að nýta sér þetta, þá væri það fyrirtæki í slæmum málum. En þetta snýst líka ekki bara tækni. Það svolítið sem að margir halda og stjórnendur líka fyrirtækja sjálfur eru í vistamyndari upplagi, þá er ég búin að vinna 18 ári í upplýsingatæknibransanum. Stjórnendur hugsa oft tölvdeldi sér þetta. En netglæpir og netöryggismál snúast vissulega tækni líka fólk og ferla sem eru alveg jafn mikilvæg og tæknin. Og það menn líka ofta flaska. Þórhallur Henningsson, bestu þakki fyrir komuna að skýra þetta út fyrir ykkur. Ég þarf eiginlega að fá þig bara aftur til að halda áfram að fjalla með þessi mál vegna þess að þau standa okkur öllum svo nærri. Við erum öll meira og minna að flækjast í tölvunum okkar í leik og starfi en endilega hugsaðu ykkur tvisvar á því að opnið posta eins og Þórhallur gat en við skiptum yfir í aðra sálma.